kvöldið, gott að sjá okkur. Við ekki rísa fætur, ætlum að lofa Guð saman í kvöld. Amen, halleluja. Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottinn Jesús fyrir þennan dag, Jesús. Ég þakka þér Drottinn fyrir að við fengum að vakna í morgun, Drottinn Jesús. Og ég þakka þér Drottinn Jesús að þú, halleluja, gefur okkur andadrátt á hverjum degi, Drottinn minn Jesús, og viltu minna okkur á, Drottinn minn Jesús, að það er fyrir þig, Drottinn minn Jesús, það er fyrir þitt blóð, halleluja, að við stöndum hér í dag, Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir það hver þú ert, Drottinn Jesús, og ég þakka þér fyrir það að þú ert með allt okkar líf í þinni hendi, Drottinn Jesús. Og ég bið þig bara, Jesús, viltu hjálpa okkur að losa fjötra og lofa þig í kvöld eins og þú átt skilið, Drottinn Jesús. Og ég bið þig að koma og mæta okkur og vera með okkur, Jesús, því án þín þá skiptir þetta engu máli, Drottinn Jesús, halleluja. Við þurfum að þér að halda, heilagi Faðir, halleluja. Vertu velkomin Jesús í kvöld, amen.
just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, 'cause he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you just keep on moving. Now you ain't welcome here. But now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. Pick me up, you turn me around, place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, 'cause he healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. Pick me up, turn me around, place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Heal my heart, you changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Góða kvöldi. Velkomin á samkomu hjá United Reykjavík. Mikið eru þið heppin. Nú erum við búin að taka frá 1,5 tíma cirka til að vera hér, lofa Guð, gefa af hjarta okkar og lofgjörð til Guðs. Og það er líka svo gott að syngja. Það er ákveðin svona bara útrás sem við fáum við að syngja og hvað þá þegar við syngjum til Guðs. Og svo fáum við að taka á móti orði og uppörfun og hvatningu. Og Natalie ætlar að tala til okkar í kvöld. Og ef þú hefur ekki heyrt hana tala, þá átt þú von á góðu. Og bara velkomin á stjarni fyrsta sinn. Og svo fáum við líka að taka þátt í að gefa af okkar jarðneskum hlutum eða tím okkar. Sem því það ef við höfum verið að vinna og fengið laun, þá getum við gefið smá af okkar peningum í
þetta starf, þannig það samskot. En ég ætla að byrja að fá að biðja aðeins fyrir samkomunni og við stundum fáum oft bænarefni og við fengum bænarefni kvöld líka. Og bara leggjum þessa stund í þínar hendur og ég þakka þér Drottinn fyrir alla sem eru komið, sem tóku frá tíma og stund til að koma og vera hér, heyra hvað þú hefur að segja í dag, taka frá stund til að hlusta, til að taka á móti, en líka til að bara þakka þér og lofa fyrir það sem þú ert að gera í lífum okkar allra. Og ég lofa þér Drottinn og þakka þér fyrir að við fáum að heyra af bænasvörum í hverju viku. Og ég bið núna, við saman hérna, við viljum bara leggja 25 ára gamlan dreng í þínar hendur sem að takast á við stóra áskorun í lífinu. Og ég bara bið þig fyrir, þú þekkir nafnið hans, þú veist hver hann er og þú veist hvað fjölskyldan er að gangi í gegnum og við bara biðjum þig Drottinn að bara grípa inn í líf hans, mæta honum í hjartanu og huganu og bara í hans kringumstæðum. Og ég bið líka fyrir öllum þeim sem er hérna í kvöld sem hafa bænarefni og þeir sem bara eigið ástvini sem er að hugsa til og biðja fyrir núna, að bara nefnið nafnið, bara ég bið fyrir hann Gústa, ég bið fyrir Otto, eða biðja fyrir þeim sem og bara nefnið það og bara Jesús mætt honum í Jesú nafni. Takk Jesús. Amen. Og nú ætlum við bara að halda áfram inn í þessa samkomu og það er pósi þarna aftast eða þið viljið gefa með korti. Og það er líka baukur þar eða þið eru með pening og viljið gefa af peningunum. Og svo bara höldum við áfram inn í þessa dásamlegu lofgjörð saman. Yndislegt. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God,
answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. Syngjum þetta einu sinni enn, halleluja, segjum honum að við treystum honum. I trust you, God, halleluja. You will never fail.
trust you, God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Halleluja, takk Jesus, halleluja, að þú bregst aldrei drottinn Jesus, halleluja. Takk Jesus fyrir, halleluja, þú ert með allt okkar líf í þínum höndum, drottinn Jesus. Takk Jesus fyrir að þú ert með líf, ættingi okkar í þínum höndum, drottinn minn Jesus. Og þú ert með líf vin okkar í þínum höndum, drottinn Jesus, halleluja. Hjálpa okkur, drottinn minn Jesus, að muna það við getum treyst á þig, halleluja. Takk Jesus, halleluja, fyrir að þú stendur ávallt með opinn faðminn, drottinn Jesus. Halleluja, halleluja, takk Jesus. Takk Jesus, rabassi, halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Heilagur Jesus, takk Jesus. Halleluja, halleluja, Jesus er bara að segja, treystu mér, halleluja. Saman hvort ekki að fara í gegnum, treystu honum, hann er að segja, ég er hér, treystu mér, halleluja. Hann er svo eini sem við getum treyst á, hann er svo eini sem getur bjarga okkur út úr ómögulegum aðstæðum, halleluja. Það eina sem við þurfum að gera er að segja, já Jesus, ég treysti þér Jesus, ég treysti þér Jesus fyrir þessum kringumstæðum, ég treysti þér fyrir lífi mínu, halleluja. Og gefa honum allt, halleluja. Halleluja, við treystum þér Jesus, við treystum þér Jesus, halleluja. And I trust you, God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I trust you, God, my Savior. Trust in God, my Savior, the one who will never
Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my word may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go.
taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. We love you, we worship you. You are our God. You alone are good. You asked your Son to carry the heavy cross, our weight of sin. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. You asked your Son to carry the heavy cross, our weight of sin.
renew, and I give my life to honor this, the love of Christ, the Savior King. Amen, halleluja, halleluja, amen. Halleluja, mér var aldrei gleyma því, halleluja, það fyrir hann. Amen, halleluja. Ég bið þig, Drottinn minn Jesús, að tala til okkur í kvöld, Drottinn Jesús, halleluja, þegar við heyrum orð þitt, tala, Drottinn. Ég bið þig, Jesús, viltu hjálpa okkur að opna allt hjarta, Drottinn minn Jesús, að við skiljum ekkert eftir að þú komist algjörlega að, Drottinn, halleluja. Heilagur Jesús, að þegar við förum hérna út, Drottinn, þá verðum við umbreytt, halleluja, fyrir náð þín og miskunn, Drottinn Jesús, halleluja. Því þú gafst allt fyrir okkur, Drottinn Jesús, halleluja. Viltu hjálpa okkur, Drottinn, að leggja líf okkar niður framfyrir þig, Drottinn minn Jesús, og leyfa þér, Drottinn minn Jesús, að vera höfundur lífs okkar, halleluja. Að við mætum elda þig, Drottinn Jesús, halleluja. Hvert sem þú ferð, halleluja. Amen. Halleluja. Góða kvöldið, velkomin hér í kvöld, gott að sjá okkur, gott að vera hér, yndisleg lággjörð. Þvílíkur boðskapur í þessum lögum. Fyrsta lagi var einmitt að treysta Guði bara þótt að allt sé kannski sökkandi og þótt við finnum ekki fyrir honum, og samt hann hinn sami og við getum lofað hann að því að hann sá sem hann segist vera. Og það kom í huga minn, það reyndi að búið að vera í nokkra daga saga. Ég búin að vera að lesa Jóhannesar guðspjall og já, þið hafið kannski heyrt sögun Lasarus sem að dó, bróðirinn sem að dó, bróðir Maríu og Mörtu. Og þegar hann var við það að deyja þá senduðu skilaboð og vildu fá Jesú til að koma og lækna hann af því að hann var að deyja. Og Jesús frétti af því og hann var ekkert að drífa sig, hann var ekkert að stressa sig á þessu, og það liðu dagarnir og lærjusveinarnir sögðu við hann, býttu, ætlar að fara þangað? Þeir voru að reyna að drepa þig þarna daginn og ætlar að bara fara í opinn dauðan og til Júdeu, minnir mig að það hafi verið Júdeu. Og og hann bara, já, við förum. Og svo þegar hann að koma og Lasarus dáinn, hann var búinn að vera dáinn í 4 daga, og það alveg bara, af hverju þetta koma núna? Og hann dáinn. Og það sem að gerist, þið getið lesið þetta í Jóhannesar guðspjall, 12. kafla, að hann opniði hellirinn, taki steini frá og komdu út Lasarus, hann bara sem sagt lifna við, og hann kemur lappandi út og allir búin að vera vafin líklæðum, og hann var náttúrulega bara vitnisburður mátt Guðs. Guð reist hann við, hann var búin að dáinn í 4 daga og komið nálykt á honum og allir að syrgja hann, og þessi saga, hún búin að vera einhvern veginn að sitja í mér að Guði engin hlutur megn. Það sem að dáið í kringum okkur, inn í okkur, eða eitthvað sem að virkilega bara einhvern veginn eins og í mannlegu mætti, bara farið, bara búið, bara, þú veist, bara ómögulegt í okkar augum eins og í þeirra augum, Maríu og Mörtu. Þetta var bara, hann var bara dáinn, og Jesús var bara í þeirra augum bara allt og seinn á svæðið. En Jesús var ekkert of seinn, hann kom bara á hárréttum tíma, og hann kemur alltaf inn í líf okkar og með allt á hárréttum tíma. Hann, fyrir honum engin hlutur megn,
og hann gefur líf inn í það sem er dáið. Hann reisir við það sem er dáið. Það getur verið eitthvað í lífum okkar sem bara búið, farið eða eitthvað kringum okkur eða eitthvað aðstæður sem verið svo ómögulegar að þær kölluðu á Jesú og héldu að hann væri bara of seinn í verkið. En svo var ekki raunin. Og það bara vitnisburður það að honum engin hlutur megn. Og ég veit það að hér inni og í mörgum og í mínu lífi og margra að þá hefur Guð komið og breytt aðstæðum, gefið líf og gefið nýja von og reist við. Og þessi sami kraftur og reis hann dó fyrir okkur. Og hann þessi mynd að sumt í lífi okkar þarf að deyja til þess að geta eignast lífið aftur. Og hann þessi mynd upp á það. Hann dó, hann gaf líf sitt af því það var myrkur og það var vonleysi. Og hann dó fyrir okkur í eitt skipti fyrir öll til þess að rísa upp á ný, og það segir að þessi kraftur, þessi andi, heilagur andi sem að reis Jesú upp frá dauðum, hann býr innra með okkur og hann reis hann upp til lífs. Og Jesús gekk á jörðinni í 40 daga og þegar hann var að fara aftur og þá sögðu lærisveinarnir, nei, ekki fara frá okkur, hvað ætlar að skilja okkur eftir? Þá sagði hann, nei, ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðlausa, ég mun senda ykkur hjálpara, huggara, heilagan anda. Og það og svo fór hann skýju himins, hann dó ekki aftur, heldur fór hann upp til fundar og situr við hægri hönd föðurins og biður fyrir okkur hér og nú. Og sendir svo heilagan anda sem við öll getum eignast ef við trúum á hann. Og þessi andi, hann bara umbreytir öllu. Hann tekur myrkrið, hann tekur dauðan, hann tekur allt það sem var farið og gefur líf. Þessi sami kraftur og reis hann upp frá dauðum, hann gefur nýtt líf og hann gerir það svo sannarlega. En það eitthvað sem að við þurfum við þurfum að trúa. Þetta ekki trú í blindni. Þetta eitthvað sem við þurfum að rækta, við þurfum að kynnast, við þurfum að næra okkur. Þetta alveg eins og Guð skapa okkur fullkomin líkama til að gá okkur maga fyrir matinn og við borðum hann. Ef við borðum ekki í marga daga, þá verðum við veik. Ef við nærumst ekki af matnum, verðum við veik. Og það ekki heldur sama hvað við borðum. Það getur farið illa með okkur. Og það aldrei eins mikið talað í dag eins og unnin fæða, processed food, bara alveg versta fyrir það sem við getum látið í okkur. Og málið að þetta andlega í dag orðið líka rosalega processed. Það svo margt í þessum heimi sem boðað, sem komið með, sem ekki að virka. Ef við förum bara í orð Guðs, bara sem var upphafið, skapari himins og jarðar, við förum bara í grunninn, förum bara í upphafið og svo leitum hans sem hönnurinn, sem bjó til allt þetta sem í kringum okkur. Hann bjó til þig og mig. Hann ákvarðaði þig og mig áður en við fæddumst og það stendur í Sálmi 139. Hvet ykkur til að lesa. Ég eiginlega að punkta niður að því ég ekki að fara að lesa mjög mikið, en það eru þessi kaplar. Sálmur 139. Það sem að hann lýsir í hvernig hann myndaði nýrun og myndaði okkur og áður en við fæddumst. Hann ákvarðaði okkur með áætlun. Og það svo mikilvægt að alveg eins og lífið og heimurinn og allt þetta sem við búum í, að það talað fyrir og eftir Krist. Fyrir Krist þá leið og var myrkru og það þurfti að gera ýmsa hluti til þess að öðlast fyrirgefningu. Það þurfti að borga fyrir syndina.
Það er að borga til þess að fá fyrirgefningu og eiga það var bara einn sem gat átt samband við Guð og það var þessi æðsti prestur. Svo kemur Kristur, þessi fyrirmynd okkar. Og hvað gerist? Það kemur bara 0. Það bara byrjar að telja árið 0 og í dag 2024. Frá því árið sem að Kristur fæddist, það er bara eitthvað sem að endurnýjast í Kristi. Það verður allt bara frá byrjun, upphaf, nýtt upphaf við komu Krists. Og það gerist bara líka þannig í okkar lífi. Þegar við tökum við honum, þá bara fáum við nýjan anda. Og það byrja bara nýtt líf og öðruvísi en við höfðum það. Við förum úr myrkrinu yfir í ljósið. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að næra. Ef við nærum þetta ekki, alveg svo ef við borðum ekki, við verðum veik. Ef við nærum þetta ekki, það er ekki nóg að vita þetta. Það er ekki nóg bara að vita það að hann dó fyrir mig og svo bara kem ég hingað á mánudögum og svo líður öll vikan og ég er ekkert að næra mig andlega. Ég er ekkert að tala við hann. Ég er ekkert að lesa. Ég er ekkert að lofa hann. Og þá bara byrja maður að bogna og lífið fer að verða svona þungbyrði og hlutinni fer að vera erfir. Og þá fer að koma pláss fyrir kvíða og ótta og allt þetta sem að hann er þegar búin að deyja fyrir. Og þessin er svo mikilvægt að við lesum, að við fræðumst í orðinu. Ég er ekki mikil lestramanniska. Ég er ekki þessi sem sest niður í yndislestur. Ég bara, ég vildi væri það, en ég er það ekki. En það sem ég les, það er orð Guðs. Ég les alltaf eitthvað á hverjum einasta degi. Ég get ekki farið í mjög fræðilega hluti, grísku og hebresku, en Guð hefur svo sannarlega mætt mér á mínum stað, ekki sem yndislestra mannesku, heldur á hverjum degi, þá hef ég, en ég gerði það ekki fyrst. Mér fannst þetta rosalega mikið vesen og erfitt af því ég var ekki sér lestramanniska. Og ég bara, mér fannst þetta allt æðislegt nema ég er ekki alveg að lesa Biblíuna. Ég næ einhvern veginn ekki að byrja á að lesa hana og þetta var bara rosalegt ströggl fyrir mig í mörg ár. Ég er búin að vera á göngunni með Guði í 25 ár, búin að vera edrú í 25 ár og þegar ég tók við honum, þá breyttist líf mitt. Og ég varð bara eins og segir í orðinu, að við byrjum bara eins og brjóstmylkingar, við bara byrjum bara eins og unga börn og drekkum allt einhvern veginn í okkur og vitum ekki neitt og kunnum ekki neitt og við rösum. Og hvað gera börn þegar þeir rasa? Þeir standa bara og standa strax upp. Litlu börnin bara standa strax upp. Þeir eru ekkert að spá í hvað var að gera, þeir bara standa upp. Og mér finnst það svo ótrúlega magnað og þess vegna segir alltaf við höfum að vera eins og börnin, en við höfum að samt að þroskast við höfum að vaksa andlega úr frá því að við skiljum bara svona lítið fyrst og svo bara fyrir að skilja þetta betur og betur og eins og þú veist, ég les til dæmis mjög mikið í dag frá því ég las áður fyrr, en samt les ég kannski bara 1 kafla á dag. Ég les ekkert mikið meira. En ég svona, þú veist, les og pælu og svo líka í dag þetta hlusta á orðið sem er ótrúlega magnað. Mér finnst það rosalega gott. Og til þess að lesa aðeins að í Hebreabréfi 4:12 segir: því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar af hverju tvíeggjuðu sverði. Það smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir. Þannig að ef ég þekki orðið, ef ég veit hvað Guð segir, að þegar ég fæ hugsun, þá dæmir orðið sem ég býr innan með mér, hugsunina,
og segi mér hvort þetta sé satt eða ósatt. Af því að það er svo margt sem að við fáum í hug okkar og það er svo margt sem að við förum að trúa, það er svo oft sem við trúum lyginni og við vitum ekki að því, af því við vitum ekki hvað orðið segir. Þannig að það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Engin skapaðar hlutir í Guði hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Og það er þetta sem er svo mikilvægt ástæðan fyrir því að við lesum og við nærum og við fyllumst á orðinu, því að þá hefur hitt ekkert pláss. Þá hefur ekki kvíðin þetta pláss. Þá hefur ekki óttin þetta pláss. Ef að við fókusum á sannleikan orðið, að þá er það sem að fyllir okkur meir og meir og meir, þannig að lygin, hugsaninnar, og það eru við sem að tölum mestu lygina inn í okkur. Það eru við sem segjum, býtu, varst þú ekki á samkominni í gær og bara eitthvað halleluja og svo er bara allt svona núna. Býtu, þetta er ekkert að virka fyrir þig. Þetta er ekkert að virka, sérðu hvernig þetta er allt. Og við bara eitthvað, já, þú veist, ég hlýt að vera að gera þetta, ég kann þetta ekkert. Þú veist, við byrjum bara í þessu. Ef við erum að fara að hlusta á þetta á hverjum einasta degi, þá erum við alltaf í einhverjum kvíða og alltaf í einhverjum ótta og alltaf eitthvað allt ómögulegt. En ef við þekkjum þetta, ef við nærum okkur andlega, förum í rótina, förum í grunninn, förum til skaparans, förum til hans, leitum hans, tölum við hann, kynnumst honum. Það er ekkert nóg að bara, ef við ætlum að kynnast einhverjum, þá er það ekkert bara eitthvað svona öðru hvoru, þú veist, þá verjum við tíma með viðkomandi. Ef við ætlum að kynnast mannesku, við ætlum að þekkjast og tala saman, þú veist, ég og maðurinn, við tölum saman á hverjum degi, við viljum tala saman og vera saman bara á hverjum einasta degi. Það er svona löngun í hjartanu, það er svona ást, þú veist, við erum að tala mannlegu hlutina, en þegar við færum það svo yfir á Guð, að þá er það þannig líka. En þó svo að menninir bregðast, því miður, en Guð bregst aldrei. Og við getum ekki byggt líf okkar á mönnunum, við verðum að byggja því á klettinum eins og vorum að syngja. Og það er bara, við verðum að gera það. Af því að, þú veist, veröldin getur hrunið einn daginn, bara allt í kringum okkur. Og á hverju stöndum við? Stöndum við á því og við hrynjum með? Ég er ekki að segja að þegar allt einhvern veginn hrynur og allt verður erfitt, að við bara hoppum bara, yes, halleluja. Nei, en við gerum okkur meiri grein fyrir því, ok, hvað er það sem ég ætla að standa á núna? Ég er bara sjálf búin að fara þangað. Og þegar maður lendir í erfiðleikum, það er það sem við náum að vaksa, þroskast, skilja orði betur, að þá er það þessi staður að á hverju ætla ég að standa núna. Þú veist, ég þurfti að spyrja mig þessara spurninga einn daginn þegar veröldin mín hrundi. Og ég hugsaði mig, ok, ég á allt í honum, ég á allt í Guði. Ég ætla að byggja líf mitt ég byggi líf mitt á því. Ég á allt í honum. Þú veist, hann er ekki að fara að sleppa með hendinni núna. Hann breytist ekki. Hann er hinn sami. Og þannig bara gekk ég skref fyrir skref, dag fyrir dag, ógeðslega erfitt stundum. En ég var svo vissum í hjarta mínu, því ég vissi það að pabbi minn, hann bara sér fyrir öllum mínu þörfum. Ég þarf ekki að fara að hugsa alla hluti. Ég þarf fyrst og fremst að treysta honum. Ég þarf fyrst og fremst að bara
segja, ok, nú bara tekur þú veist, nú bara stýrir þú þessu erfiða hlutverki, þessu erfiðum aðstæðum. Þetta er ekkert eitthvað sem ég vil endilega, en skref fyrir skref, þá gaf hann mér styrk í gegnum bara mjög erfiðan tíma. Og svo næst ég gekk í gegnum erfiða tíma, þá var það ennþá, þá var það öðruvísi. Þá var ég alveg bara, já, ok, þú veist, þá var það ekki eins erfitt, en samt erfitt, samt ógeðslega erfitt, allt annar hlutur. En alltaf einhvern veginn, ég veit það bara að ég ætla ekki að beina sjónum mínar á kringumstæðanir. Ég ætla ekki að beina sjónum mínar á erfiðar kringumstæður eða hversu ómögulegt allt er. Ég ætla frekar að fókusa á hið góða, fagra og fullkomna. Fókusa frekar á hver hann er, hvernig hann sér mig og hvernig Guð er. Alveg svo bara í þessari sögu með Lazarus. Að honum er engin hlutur megn. En hvernig er þetta samt? Hvernig á ég að byrja að lesa, kannski spyrðu, þú veist, ég ætla ekki endilega að byrja ykkur rétt upp hönd, hverjir eru sem lesa hérna hverjum degi. En það eru bara rosalega margir sem ég tala við, sem eru bara, þú veist, já, Guð er búin að gera svo mikið og þú veist, mér er svo æðislegt að koma á samkomur og bara, þú veist, er þjónustu eða bara, já, margir kannski ekki þjónustu en bara finnst æðislegt að koma. En ég er eiginlega ekkert að lesa. Ég veit bara ekki hver ég á að byrja. Ég veit bara ekki hvernig ég á að gera þetta. Mér finnst þetta eitthvað svo, ég næ einhvern veginn ekki, þú veist, og ég skil það. Mér fannst ógeðslega erfitt að byrja að lesa. En það segir líka að heilagur andi, við erum sköpuð til að vera fyllt heilum anda. Við erum sköpuð til að lesa orðið. Við erum sköpuð til að heyra sannleikann. Og þetta er bara að byrja. Alveg svo allt sem við gerum, það er erfitt að gera eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Bara nefnið það, fara í skóla, fara í nýja vinnu, fara að keyra, fara að hjóla, allt prófa eitthvað mat, þú kynnast einhverju mannesku, setjast og byrja að tala við einhverju mannesku sem aldrei tala við. Þetta er allt pínu óþægilegt. Allir einhver hluti sem við þekkjum ekki. Þannig að þetta er það sama. Við bara opnum og við byggjum Guð að hjálpa okkur. Og ég ætla að lesa, ég ætla að bara fara að vinda mig að lesa smá. Og ég les lifandi orð. Þetta er Nýja testamentið og sálmarnir endursagðir á daglegu máli. Þetta er rosalega gott, við hjónin lesum saman í þessu hverjum degi. Og þetta er svona mál, það er ekki talað oss eða eitthvað svoleiðis. Bara svona daglegt mál, bara við og eitthvað. Og en svo í símanum mínum er appið, þar sem er 2007 útgáfa og 1981. Og þannig að þegar ég hlusta eða lesi í símanum, og þegar ég les ein, þá les ég úr símanum, en þegar við hjónin lesum saman á mótnana, þá lesum við þessu. Því að hann er engin lestrarhestur. Og hann hefur bara eiginlega aldrei lesið og var rekinn úr skóla og lesblindu og allur pakkinn. Og hann finnst mjög gott að lesa í þessu. Og við lesum bara eitt kafla og ég man þegar maður lesa eitt skiptið, þá var hann alveg bara, vá, þetta er bara svona eins og leiðarvísir. Og Biblían er nefnilega leiðarvísir fyrir lífið. Og það er svo gaman, ég ætla bara að fara ég ætla að vinda mér í Kólusarbréfið. Bara rétt svona árum ég klára. Kólusarbréfið 1. Og í þessari, og í útgáfu 2007, er ekki 2007? Jú. Þá er fyrir framan hvern kafla, þá er útskýring á Guðspjallinu eða bréfinu. Það stendur hvenær það er ritað, hver ritaði það, til hverra var verið að skrifa. Og það er ótrúlega gaman að svona aðeins að pæla í því og hverju efnið
hvað meginmálið og ég get ekki gert þetta allt. Akkur var ég ekki búin að setja miða hérna. Á ég ekki að lesa þetta núna? Jú. En svo segir allavega áður en ég ætla að lesa, þá segir í Filippibréfi, Páll segir þetta. Af því að hann að tala að hann sé ekki fullkominn og muni aldrei verða það og getur það ekki og allt þetta. En Guð segir að hann sé fullkominn. Og ef að Páll sér með sínum augum, þá hann einhvern veginn ekki að ná þessu, og ef hann sér sig með Guðs augum, að þá segir Guð að hann hreinn lýtalaus og bara fullkomin sköpun. Og hann segir mætti mér auðnast að ná til upprisunnar frá dauðum. Ekki svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin, en ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlað það. Með því að ég höndlaður af Kristi. Hann getur ekki höndlað það, en með því að vera höndlaður af Kristi. Systkin, ekki til ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt geri ég, mjög gott ráð frá honum. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum, sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Og þetta hugarfar skulum við öll hafa sem fullkomin erum. Pæli í þessu. Þetta gott ráð, ekki að vera alltaf í fortíðinni. Þetta seilast eftir, við erum að gera upp fortíðina. Ég algjörlega þar að snúa við og gera upp, en ekki að dvelja í því, ekki að dvelja í því sem hefur ekki verið að virka. En í Kólusarbréfi segir til dæmis eins og segir efni. Páll skrifaði þetta bréf úr fangelsi í Róm. Bara var hann bara í fangelsi að skrifa þetta bréf til kristna safnaðarins í Kólusaborg. Þann söfnuð hafði hann aldrei heimsótt, aðeins fengið fréttir á honum, meðan hann var í Efesus í annarri kristniboðsferð sinni. Nú vildi hann senda þeim línu, vegna þess hann hafði heyrt að undarlegar heiðnar kenningar hefðu smeygt sér inn í söfnuðinn. Sambland af stjörnuspeki, göldrum og gyðingdómi, sem taldi Krist vera eins konar engil. Páll skrifaði til þess að leiðrétta þessa villu, með því að sýna fram á að Kristur Guð og hann fylling Guðdómsins holdi klædd. Og bréfið geymir einnig leiðbeiningar Kristi lífverðni. Bara, þetta mjög, ég til ég að lesa þetta. Og meginatriði, í þessu mikilvæga bréfi ver Páll af mikilli nákvæmni Guðdóm Krists og dýrð. Hann allt í öllu og í honum finnur hinn trúaði allt sem hann þarfnast. Vá, ég vil það. Páll varar við því að trúaðir séu afvegaleitir með heimsku og mannakenningum. Leiðbeiningar Kristi lífverðni eru gefnar til að undirstrika að Guð vill miðla mönnum af krafti sínum og gleði, svo að þeir fái notið alls þess sem þeim búið í Kristi. Það svo margt í boði fyrir okkur, en við vitum það ekki að því við lesum ekki. Og það svo mikilvægt að þekkja, að þekkja Guð. Hvað segir hann? Vera svo fyllt af honum að ömulegar hugsanir, kvíði og ótti, það bara hafi ekki pláss. Nei, það svo miklu meira. Það mikið von í Kristi. Ég trú á hann og ég treyst á honum og við treystum honum ef við þekkjum hann. Og það það sem lykillinn. Þess að ég ætla aðeins að lesa hérna fyrsta kafla. Ég bið þess að Guð, Faðir, úthelli blessun sinni yfir ykkur og fyll ykkur í friði sínum. Hann að skrifa til safnaðar sem hann hefur aldrei hitt. Í hvert sinn sem við biðjum fyrir ykkur, þökkum við Guði föður drottni Jesú Krist. Því að við höfum heyrt traust ykkar til drottins og innilegan kærleika til þeirra sem á hann trúa. Það auðsé að þið hlakkið til að komast til himins. Það var í fagnaðarerindum sem þið fyrst heyrðuð þann yndislega stað. Við heyrum himinin í orðinu.
Fagnaðarerindi sem þið heyrður berst nú allan heim hinga til Íslands og breytir hvarvetna lífi fólks, alveg eins og það breytir lífi ykkar strax fyrsta daginn sem þið heyrðu það. Og málið þegar við heyrum orðið, þegar við virkilega heyrum það með eyrunum og hjartanu og huganum og öllu, þá breytir það okkur. Og hann segir það hérna: þegar ykkur varð ljós sá mikli kærleikur sem Guð ber til syndugra manna. Það var Epafras, okkar heittelskaði samstarfsmaður, sem flutti ykkur gleði boðskapinn. Nú þessi þjónn, Jesú Krist, hér í ykkar stað til að hjálpa okkur. Hann hefur sagt okkur frá kærleika ykkar til annara manna og þann kærleika hefur heilagur andi gefið ykkur. Þess vegna höfum við haldið áfram að biðja Guð allt frá því að við fréttum fyrst af ykkur. Þess að það var maður sem predikaði, fólk breyttist, svo fór hann og hitti Pál og sagði frá þessum söfnuði. Og nú eru þeir alltaf að biðja fyrir söfnuðinum. Við fréttum fyrst af ykkur að hann hjálpi ykkur að skilja vilja sinn og breyta eftir honum. Við þurfum að skilja vilja hans og breyta eftir honum. Við þurfum að stíga út í trú og trausti. Við höfum beðið hann að auka andlegan skilning ykkar og helga líferni ykkar svo að þið verði honum til dýrðar og stundi það eitt sem gott öðrum til hjálpar. Þess að við breytumst, við stundum það sem gott og hjálpum öðrum. Það boðskapurinn. Þar að auki biðjum við hann að styrkja ykkur og fylla af sínum dýrlega mætti, þá getið þið haldið áfram á hverju sem gengur. Og þakka Föðurnum sem hefur gefið okkur hlutdeild í öllum þeim gæðum sem tilheyra ríki ljóssins. Pælið þessu orðum. Hann hefur hrifið okkur frá valdi myrkursins úr ríki Satans og leitt okkur inn í ríkisins elskaða sonar sem keypti okkur með frelsi með krossstiga sínum og fyrirgaf okkur syndirnar. Svo hérna fyrir neðan segir það var vilji Guðs að allir eiginleikar Guðdómsins væru í syninum og þessi sonur til þess að trúa á, treysta og þú veist, og það þetta tekur okkur myrkrun og þegar við erum í þessu allan daginn, þú veist, við erum stöðug, þú veist, það segir líka við erum smíð Guðs, sköpuð til góðra verka en svo bara finnst okkur það ekkert. Allt bara ómögulegt sem við gerum. Og hver að segja okkur það? Hver að segja að þú sért ómögulegur? Við þurfum að breyta þessu hugafæri. Horfa fyrir ofan. Horfa á hann. Ekki allt það sem okkur finnst. Okkur sjálfs, í Rómverjabréfinu, þá talað þetta. Að eigingirni, að sjálfshyggjan, hún dauði. Það dauði í sjálfshygginu, það sem mér finnst. Alltaf. Það dauði í því. En andi Guðs, hann leiði til lífs og friðar. Þess vegna þurfum við að deyja sjálfum okkur, meðtaka heilagan anda og bara vera svolítið, þú veist, þetta alveg, þú veist, þetta þarf að gera hverjum degi, einhvern veginn að næra okkur þarna. Borða þetta, borða Jesú. Hann segir, ég brauð lífsins, borðiði mig. Þú veist, það í Jóhannesar Guðspjalli. Lesum Jóhannesar Guðspjall, lesum Kólusarbréfið og bara lesum Biblíuna. Þetta bara svona sem var á hjarta mín í dag og ég trúi því og þetta það sem ég hef alveg þurft að gera. Bara lesa, fara í ræktina, fara í vinnuna, fara í skólan. Þetta allt sem við viljum gera alltaf? Nei, en þegar við gerum þetta, þá viljum við það. Þú veist, ég get ekki sleppt núna að fara í ræktina, mér finnst það svo æðislegt. Ég get ekki sleppt að lesa mér svo æðislegt. Mér finnst það erfitt að fara, ég slepp ekki samkomum mér svo æðislegt, að ég skiljiði mig. Það bara það sem við temjum okkur og það sem gott. Höldum áfram að gera það, fókusum á það, sleppum þessu neikvæða, fókusum á, þegar kemur eitthvað neikvæð hugsun, þegar kemur eitthvað neikvætt, þökkum Guði fyrir það og bara sýna okkur það. Takk, þú ert að sýna mér þetta og ég veit hvað þú segir. Ekki vera eitthvað bara, já, fara að trúa þessu. Þið vitið, segi bara, vá, drottni út að sýna mér þetta. Þú talar ekki svona. Þannig að endilega bara rísum á fætur ef að orð sannleikans, sannleikurinn, hann setur okkur frjáls.
Og ef þú er virkilega bara svona heyrt þetta, þá veit ég að þú finnur til frelsis. Þá bara þessu sannleikurinn setur okkur frjáls. Og þá kemur von. Og það kemur eitthvað nýtt. Þetta sáðkott sem að við þurfum að næra, biðjum í kvöld, lesum í fyrramáli eða lest í kvöld og gera þetta bara alveg svo að drekka vatn, þú veist, drekka á hverjum degi, 2 lítra. Biðjum saman. Halleluja. Faðir, ég bara þakka þér fyrir að þú ert hér. Þótt að við kannski einhverju finnum það ekki, en þá ertu hér, af því þú ert sá sem þú segist vera. Takk fyrir að vera skapari himins og jarðar, takk fyrir að vera höfundurinn, takk fyrir að vera bara með allt, takk fyrir að bregðast aldrei, takk fyrir að við getum alltaf leita til þín, sama hvað, hvenær sem alla stundir, þótt að allt virðist vera orðið dimmt og erfitt, að þá þér engin hlutur megn. Þess að grípa inn í, reisa við, gefa líf, gefa von og einhver hér sem að berjast við eitthvað, Drottinn, þá bið ég þig að grípa inn í, gefa styrk, gefa von og hjálpað okkur öllum að þekkja þig betur. Hjálpa okkur bara að stíga þetta skref í trú og trausti og treysta þér fyrir öllu sem að við að gangi í gegnum og bara virkilega bara hætta líka bara fókus á aðstæður, heldur bara fókus á þig, þú sem höfundurinn, fullkomnari trúarinnar. Takk fyrir að vera, Drottinn minn, hér til staðar. Takk fyrir að vera með opinn faðminn. Takk fyrir að vera brauð lífsins. Takk fyrir að vera lifandi vatn. Blessa þig einn og sérhvern sem hér að horfa eða hér inn í kvöld, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Svo verða hérna fyrirbænir, þið sem viljið fá fyrirbæn. Við viljum endilega standa með ykkur í bæn ef þið viljið. Þá hérna fyrirbiðendur og endilega bara komið að vera eitthvað sem við vilja, við stöndum með ykkur í bæn og bara annars bara sjáumst við næsta mánudag eða finni ykkur andlegt heimili, kirkju sem rosalega mikilvægt líka og að því eins og Óli segir oft, við erum ekki kirkja en við erum kirkja sem hér en það gott eiga andlegt heimili. Amen.